Komið þið sæl, Björn Ívar skákennari hér. Í þessu myndbandi ætla ég að fara með ykkur yfir biskupana. Og þeir eru alveg eins og riddarinn með 3 stig í stigakerfi talsmannanna og þeir standa hérna sikkurum megin við kónginn og drottninguna. Biskuparnir, það er mjög þægilegt að læra hvernig þeir ganga því þeir ganga bara á ská. Það er engar sérstaklega flóknar reglur með þá. Þeir ganga á ská í allar áttir. Við erum með 2 biskupa í byrjun skákarinnar og það er einn mjög merkilegur munur á þeim. Ég ætla að athuga hvort að þú getur hugsað aðeins og áttaði á því hver munurinn á biskupunum er. Þú horfir vel á talborðið getur áttaði á því. Annar biskupinn er á hvítum reitum og hinn er á svona dökkum reitum sem við köllum venjulega svörtu reitina. Þannig að þessi biskup hér, hann getur bara verið á þessum dökku línum hér í allar áttir. En hinn biskupinn sem er á hvítum reitum, hann getur bara verið á þessum hvítu ljósu reitum hérna. Alveg í allar áttir. Þannig að þetta er dálítið merkilegt með þá. Ég ætla að taka línurnar hérna út af. Biskupinn er ólíkur riddarinn með því leyti að hann getur ekki hoppað yfir mennina. Þannig í þessari stöðu þyrfti hvítur að færa eitthvað af þessum peðum áfram til þess að geta komið með biskupinn út. Við ætla að leika núna nokkur leikjum. Til dæmis bara stilla stöðunni svona upp. Nú geta til dæmis báðir hvítu biskuparnir farið út. Þessi biskup kemst á alla, afsakið, það var aðeins vilt sem er. Þessi biskup hér, hann kemst á alla þessa reiti hérna. Alla þessa 5. Og þessi biskup hér, hann kemst líka á alla þessa reiti hérna 5. Það sýnir ykkur eina stöðu sem lýsir styrkleikum biskupana mjög vel. Þá erum við með þessa stöðu hér. Ég stilti að gamni mínu upp stöðu þar sem að báði kongarnir hérna og báði hvítu biskuparnir. Og munurinn á stöðu biskuparnir í þessari stöðu er sá að hvítriddabiskupinn hann er á miðjuborðinu en svartaldabiskupinn út í horni. Við skulum aðeins að reyna að merkja fyrir ykkur hvað biskuparnir komast á marga reiti. Biskupinn sem er hérna í horninu, hann kemst á 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reiti. Og hann ræður yfir allri þessa línu hér, mjög öflugur biskup. En hvað ætla þessi biskup á miðborðinu ráðið við marga reiti? Hann ræður yfir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Sjáu ég, þannig að þessi biskup sem er á miðborðinu, hann stefnir í allar áttir og hann er talsveit öflugri heldur en sá sem er hérna. Bara til þess að útskýra fyrir ykkur hvað er best að hafa biskupana sína. Og yfirleitt er það nú bara best að hafa mennina sína á miðborðinu. En það er nú bara smekksatriði engan síður. Takk fyrir þetta í bili.